Komið sæl. Í síðasta myndbandi þá byggum við til forritseiningu sem við kallum settings sem geymdi ekkert annað en nokkra fasta, og í þessu myndbandi þá ætlum við að búa til sniðmát fyrir einfalda Pygame tölvuleiki og nota þessa settingsskrá sem að við byggum til. Við förum yfir ansi margt í þessu myndbandi en ég ætla ekki að staldra lengi við hvert atriði. Sum þeirra eigum við eftir að skoða mjög ítarlega, eins og til dæmis hvað myndfletir eru, eða við tölum kannski nánar um leikjalykkju eða atburði í einhverju öðru myndbandi. Ok, þannig að þetta held ég að sé ágæti skammtur í þessu myndbandi. Heyri, við skulum fara í sniðmátmöppuna sem við byggum til síðast. Þar vorum við með tvær skrár, settings.py, og ég held ég þurfi ekkert að fara í hana, og main.py. Og við skulum bara opna main skrána og fara fyrst í henni í idle. Og það eina sem í henni núna er from settings import stjarna. Munið, það náum í allt úr settings forritseiningunni. Við þurfum að gera ýmislegt fleira hérna. Ég ætla að segja import Pygame. Hér Pygame er meir en bara forritseining. Þetta er subforritseininga. Náum í Pygame safnið. Ok, þannig að það þýðir þetta er sennilega fullt af .py skrám en mögulega líka eitthvað fleira. Og eitt af því fyrsta sem við þurfum að gera hérna, og þið hafið séð mig gera þetta að öllum líkindum, hér erum við að ræsa verkfærin eða ræsa forritseiningarnar. Ræsum verkfærin, forritseiningarnar, svona. Ég mun ekkert alltaf kóða, setja svona mikið af kommentum. Við ætlum að gera pygame.display.setMode with height. Og ég ætla bara að kóða eða reyna, ég veit að ég tala rosa mikið en ég ætla að reyna að vinna þetta dálítið hratt, og þið verðið þá bara að pása eða frista myndbandið meðan þið eru að horfa á þetta meðan þið kóðið og fylgið mér í því sem ég er að gera. En hér erum við að búa til myndflöt, búum til myndflötin. Þetta er aðal myndflöturinn sem við ætlum að teikna á. Það er þetta screen, og opnum glugga. Þannig að þessi skipungir er eiginlega tvennt, og athugið að þetta er forritseininga. Og þið sjáu þetta eru þá forskeyti á þetta hér. Alveg eins og þegar við notum settings skrána í síðasta myndbandi, þá sýndi ykkur hvernig þið gátuð nota settings sem forskeyti til þess að ná í einhvern fasta inn í einingunni. En hér er ég sem að segja, farið í Pygame safnið, notaðu display forritseininguna og notaðu síðan setMode fallið. Þetta er fall sem að hægt er að lesa sér til en það skilar sem sagt myndfletinum, og ég gríp hann geym hann í þessari breytu, en það opnar líka glugga. Og ég get gert pygame.display.setCaption, og hérna ætla ég að setja titilinn. Þetta var líka fasti sem við byggum til í settingskráni. setCaption er fall inn í display einingunni í Pygame safninu. Þetta er þá titill gluggans, titill í gluggan, og hvað ætla ég að gera fleira? Hérna kemur leikjalykkjan, aðaleikjalykkjan, og við gerum bara eitthvað svona, búin til einhverja breytu sem er sun, true, svo ætla að gera while running. Þannig að þetta er bara lykkja sem að þar sem þetta er satt, þannig að þessi lykkja keyrir. Ef ég dett út úr lykkjunni þá ætla ég að segja pygame.quit.
slökkvum á Pygame og það þýðir þá að glugginn lokast. Lokum glugganum. Ok. Inn í lykkjunni þá þurfum við nokkur atriði að gerast. 3 sem verða að gerast og kannski græjum við bara 3 í þessu myndbandi. Fyrsta atriðið sem við þurfum að athuga er hérna athuga atburði. Skrifum bara atburðir. Er einhverju atburðir? Var notandinn að reyna að gera eitthvað? Var notandinn að ýta á takka eða var hann að reyna að loka glugganum eða smetla músina eða færa músina eða hvað nú er? Og hérna ætla ég að segja uppfærum sýndarheim. Hér framkvæmum við allskyns útreikninga, færum til hluti sem þurfa að færast í tölvuleiknum okkar og svo framvegis. Og þriðja atriði er að hérna birtum sýndarheim. Það segja teiknum hann á myndflötin screen og sýnum notandanum, sýnum hann í glugganum. Ég ætla að byrja hér þá í birtum sýndarheim. Það fyrsta sem ég ætla að gera er að segja screen.fill. En hér er ég að segja, herðu, taktu myndflötin screen og fyllt út í hann. Og hér get ég sett til dæmis white. Ég ætla bara að lita myndflötin hvítan og ég þarf að segja Pygame display.flip. Litum bakgrunn eða aðalmyndflötin og hérna sýnum allt sem við lituðum eða teiknuðum. Ok, þannig að þetta þarf alltaf að gerast af því að hér, þetta er eiginlega eins og ég sé að lita á eitthvað blað eða eitthvað en ég sé ekki búin að sýna það fyrir en þessi skipun er framkvæmd. Heyriði, hvað ætlum við að tala um meira? Opna gluggan, búa til leikjalykki og hlusta eftir atburðum. Já, ég ætla að setja einn atburð hérna inn bara svo að það sé hægt að loka glugganum. Og í Pygame þá er til hérna forriteining sem heitir event og ég held að það sé aðferð eða fall í henni sem heitir get og þetta fall skilar eða lista af öllum nýlegum atburðum eða öllum atburðum sem hafa átt sér stað frá því að þetta fall var notað síðast og það er verið að nota þetta fall mjög oft, kannski mörg 100 sinnum á sekundu nema annað sé tekið fram. Þannig að það líða bara einhver sekundu brot á milli þess að þetta sé notað. En af og til erum við að gera eitthvað, íta einhver takka eða eitthvað svoleiðis og þá fáum við lista hérna, þetta skilar þá lista og hér er ég að nota forlykju til að fara í gegnum þennan lista af nýjum atburðum. Förum í gegnum alla nýja atburði. Þið verða að kunna mjög góð skil á þessu. Þetta er eitthvað sem við munum nota heilmikið. En svona atburðir, þeir hafa eiginleika sem kallast type. Þannig ég get sagt if event.type jafnt og Pygame, ég ætla í Pygame forritseininguna hérna eða hérna forrita safnið en inn í því er fasti sem heitir quit, bara alveg eins og við skilgreindum fasta í settings skráni okkar, þá er búið að skilgreina fastan quit í Pygame. Hann hefur gildi 256 eða eitthvað slags, þetta er bara heiltala og hér ætla ég að segja hérna ef að atburðurinn hérna hefur gildi 256 minni með að sé þá ætla ég að segja running sama sem false. Þá breytist þetta hérna í false. Ok, þannig ég hætti þessari vælikju. Og málið er það, ef ég smetla á X-ið í glugganum sem opnast,
það þessi atburður 256 eða ég held hann sé númer 256. Við getum bara að prófa það, print event.type. Okay. Nei, ekki, jú, svona. Ég ætla að keyra þetta, sjá hvað gerist. Vonandi var þetta villu lítið eða villu laust. Sjáðu, það opnast gluggi eins og ég átti vona á. Hann hvítur, myndfluturinn bara hvítur. Hérna uppi kemur titill leiks. Það út af þessu set caption title og munið þessi fasti geymdi strengin titill leiks í settingsskráni. Þið getið bara að skoða það. Og ef ég ít á X-ið hérna, þá á atburðurinn 256 sér stað. Ef ég man rétt, kannski var það 255 eða eitthvað allt annað, prófum bara. Ok, glugginn lokaðist og hvað birtist hérna? Jú, 256, að ég gerði print hérna. Ok, en það bara því ég búinn að skoða þetta býsna vel að ég veit það að ef maður ítir á X-ið þá verður til atburður með númeri 256 en man það yfirleitt ekki. Hins vegar maður kannski að já, það til fasti sem heitir PyChem-Quit sem hefur sama gildi og atburðurinn að íta á X-ið í glugganum. Kannski eitthvað sem þið bara kryfjið í rólegheitunum en svona lítur þá einfalt PyChem forrit út. Þetta sniðmátið okkar sem að við hérna fiktum bara áfram í næstu myndböndum. Takk í bili.